Þetta er síða 1 í verkefni 18 á blaðsíðu F27. Ætlum að reikna út fylgni milli tveggja gagnasafna með Correll-fallinu. Það stendur í bókinni betri útskýring á hvað Correll er eða fylgnin og ég ætla að byrja á því að fara hér í hólfið B11 og fara í function-hnappinn FX og finna fallið. Correll og ég dreg yfir A2 til A10 og síðan yfir seinni hlutan. Og þá er þetta fylgnin milli gagnasafnanna. Ég ræð hvað ég hef marga aukastafi. Þetta fjölgaði með að fækka. Við ætlum líka að útbúa myndrit yfir eða punktarit og þá tek ég A2 til B10, set það hérna í blokk og fer í insert og vel hér skattir, insert skattir. Það er oft notað til að sýna samhengi gagnaraða í hnitakerfi og við framsetningu á svona tölfræðilegum gögnum. Og ég ætla að velja þetta útlit hér með punktunum og færa þetta hérna aðeins til. Og ég ætla að skrifa fyrirsögn, þýska, enska. Það kemur það hér og síðan ætla ég að skrifa á ásana, enska á vinstri ás og þýska á neðri ás. Þá fer ég hér og haka við Access Titles og hér skrifa ég enska og hér skrifa ég þýska. Þá er ég búin að setja skýringu við ásana. Og síðan ætlum við að setja inn bestu línu. Þá smelli ég hér á einhvern punkt, ýtið á hægri múshnapp og velji hér Add Trendline og þá fáið þið upp þessa valmynd hér og hérna neðar, ef þið sjáuð ekki alla valmyndina, að þá hakið þið hér við Display Equation on Chart og Display R Squared Value on Chart. Það er til að fá upp jöfnuna. Það sést ekki alltaf þannig að það þarf að fara niður og hér þarf að vera hakað við linear. Nú smelli ég hér og færi jöfnuna aðeins ofar og þá er hún komin hér. Ef ég vil breyta útliti á myndritinu þá get ég gert það hérna í Chart Design og valið annað útlit. Ég sé það jafnóðum og ég renni bendlinum yfir, sé ég útlitið. Þetta er eitthvað svipað og er í bókinni. En ég ætla að breyta gildum á ásum. Þá ætla ég að láta þau byrja á að telja á 3 og ég smelli fyrst á þennan ás hér, fer í Format og Format Selection. Og þið sjáuð í bókinni að hér á að standa að mynda af þessu, standa 3 og hérna er hæsta gildið 10 og ég ætla að láta tölurnar hlaupa á 1. Þannig að þá byrjar það hér, endar á 10 og síðan fer ég á þennan hér ás og fer í Format, Format Selection og gerir það sama. Skrifa 3, hæsta gildi 10 og ef þetta hefði verið einhver önnur tala hér þá hefði ég breytt henni í 1 og svo loka ég hér. Og þá er þetta tilbúið. Ég ætla að setja ramma í kring, svona, og þá sjáið þið hvernig þetta á að líta út og ég ætla að vista.